Við erum hér að skoða hvernig við getum framkvæmt töflubreytingar á þessari nýju önn, þar sem við erum með tvær spannir, aðeins flóknara heldur en áður en þið getið ennþá gert það sjálf. Við förum fyrst hérna inn í aðstoð þar sem við getum séð hlekk inn á myndband þar sem skýrt hvernig þið getum skoðað stundatöflun ykkar. Stundatöflan breytist 10. mars, sem seinni hlutin af áfangunum ykkar kemur inn. Og það útskýrt hér. En hér líka hlekkur á PDF-skjal sem sýnir hvenær hver áfangi kenndur. Og hér fyrirspönnin, það eru 4 stokkar A, B, C og D. Og fyrirspönnin frá 8. janúar til 7. mars. Hér sjáum þið hvaða áfangar eru í stokki A. Jón Jónsson til dæmis í leirmótun í stokki A, því það hann hérna í staðnámi á mánudagsmorgnum en fjarnámi eftir hádegi. Einhverjir áfangar þurfa að víkja og fá ekki staðnám fyrir hádegi til að byrja með. Það aðalega ef það eru 2 hópar í klassanum, þá víkur yfirleitt sá sem að lengri er komin. Þetta fóðu betur að vita frá kennarunum ykkar, en ef ég myndi vilja breyta áfanga hér, þá get ég bara fundið hvaða áfangar eru kenndi líka á sama tíma. Og seinni spönninni get ég mögulega vilja færa mig til á milli spanna, jafna álag eða eitthvað slíkt. Þá sé ég hérna hvernig áfangan á seinni spönninni og þar E-stokkur alveg sambærilegur við A og svo framvegis. En skoðum nú hvernig þetta lítur út inn í honum Jóni Jónssoni hér. Og inn á forsíðunni það hlekkur á töflubreytingar, förum í veljum önnina og hér kemur öll taflan, það að segja allir áfangandi sem Jón skráður í. En það lítur út eins og að Jón sé til dæmis í árekstri hér í B-stokki sem þá F-stokkur á seinni önninni. En það næst að hann einmitt í spænsku á fyrirspönninni og umhverfisfræði á seinni spönninni á sama tíma. Hér gæti til dæmis mig langa til þess að breyta töflunni minni þannig að hún eins á báðum spönnum. Sjá hérna á fyrirspönninni ég í leirmótun og seinni spönninni ég í dönsku á föstudögum. Á fyrirspönninni ég þá í frí á föstudögum en á seinni spönninni ég frí á mánudögum. Kannski myndi mig langa til þess að hafa þetta alveg eins. Ég ætla að færa mig hérna af föstudagstímanum og finna einhvern áfanga á seinni spönninni sem hérna á mánudagsmorgnum. Þá kíki ég hérna bara á skjalið góða. Við munum að ég vildi færa mig yfir á sambærilegan stokk við A, þannig ég reyna að finna hvað hérna í stokki E sem ég geti tekið í staðinn fyrir einhvað í stokki H. Og við getum séð hérna bara, ég kannski bara langar mig meiri listgreinar, ég ætla að skrá mig hérna bara í handa minni áfangan hérna. Þannig að ég finn þann áfanga í töflunni breytingum. Hvað hét hann aftur? 2MN. Nú má vanta undanfara. Þannig að ég verð að finna einhvern annan áfanga heldur en það. Og segjum bara, ég ætla að taka hérna stærðfræðiundirbúning. Ég fer bara í stærðfræðina. Þannig að ég vel hérna stæ 105 og ég vel hóp 1, hann kemur á fyrirunni og nú sjáum við hérna, nú ég komið með 2 áfanga á þessu önninni. Þannig að hún ætla bara að skrá mig úr dönsku þá í staðinn. Og þetta komið, þá sjáum við breytingarnar og ég bara sækjum þetta. Það er ekkert víst að það heppnist, stundum eru hópaðum bara einfaldlega fullir eða eitthvað annað kemur upp. En ég sendi bara inn staðfestingum óskum töflubreytingu og hér getið þið sett inn athugasemdir. Af hverju viljið þið gera þetta? Það eykur kannski líkurnar á því að þið fáið töflubreytingarnar samþykktar ef það kom einhverjur vankantar upp á. Ef ég hef engar frekar athugasemdir, ég bara staðfesta og þá er búið að senda þeir inn. Svo býðið þið bara eftir því hvort að þið fáið tilkynningu það, hvort að breytingarnar hafa verið samþykktar. Við getum séð til dæmis hérna, því ég var búin að prófa þetta áður, að ég var búin að sækja að breyta hérna
að fara í félagsfræði í staðinn fyrir spænsku, en því var hafnað bara í ganni, því við vorum bara að prófa þetta, en það hefði ekki til dæmis verið að því að þessi hópur hefði verið fullur eða eitthvað slíkt.